tók nú einhverja flensu. En ekki þó svo mikla, ég get ekki gert þetta verk. En þú ætlar að biðja alveg ekstra fyrir þessu, þannig að ég hef ekki áhyggjur. Og veit að ég sé nú svona heill heilsu, ekki? Alveg svo ég með þig. Ég vil að þú sért heill heilsu. Og það allar hafa nú tilhneigingu til þess að ganga yfir. Þannig að við getum þakkað fyrir margt. Mér nægir alveg mínar eigin daglegu áhyggjur, vitandi sem að aðrir þurfi hvort þeir að bera sínar eigin daglegu áhyggjur. Og hvað ég þá að skipta mér að daglegum áhyggjum annara fyrir söta það, þá ræði ég nú engu þær. Þarna hatturinn minn, nýi fíni, sést í gegnum hann, hann flottur. Og svo sólgleraugu mín ekstra hérna. Þetta allt týnt. Það að vera gamall, svona að vera gamall. Og týnir mann allu saman. En allt tekur utan á enda. Og nú allt komið upp. Ég get slökkt þetta ljós. Og svo get ég byrjað. En ég hérna í mafíósabúningnum mínum og það var fyrst ágættur. Og ég sé nú ekki hrifin af mafíósum í neinni mynd. Þá tökum við svona stundum til orða og finnst það fyndið. En finnst það reyndar ekkert mjög fyndið ef við lentum í þessum gaurum. Mér langar ekkert í þess. Þetta eru bara menn. Og fyrir mönnum biðjum við. Því að drottinn getur alveg læknað alla menn. Þú sér þetta bara tómt vesen í dag. Ef að prófa þetta, þá verð ég að taka mér hattinn. Það nú ekki létt verk að taka sér hattinn. Þá get ég ekki nota hann sko. Þetta náttúrulega bara tóm vitleysa maður. Ef hafa hann svona, ef höfum bara svona. Þá þetta orðið svona Roy Rogers hættur. Þetta ekki fyndið. Jó, mér finnst þetta fyndið. Og ég setja svört sólgleraugu. Það held ég fari mér bara mjög vel. Og þá lít ég svona út. Og hvernig líst þér nú á? Líst þér ekkert á þetta? Hvað get ég annað en bara verið ég? Og eins það með þig. Hvað getur þú annað en verið bara þú? En umfram allt þá erum við nú ágætis drengir. Góðir menn. En svona breskir menn eins og allir aðrir menn. En höfum svona hingað til haldið okkur á mottunni. Það tekur nú svolítið tíma frá því að ræðu líkur að stund ljúki, því að þetta það er svo mikið að gera eftir á. Það þarf að biðja fyrir fólki og það þarf að spá inn í líf fólks og tala inn í líf fólks og alls konar. Þetta er alls konar í gangi í kirkjunni. Þú veist að kirkjan er ekkert bara eitthvað eitt, hún er nokkuð margt. Þessi er nefnilega öllu stjórnað. Og veistu hvað hann heitir sá sem stjórnar öllu? Hann heitir Jesús. Og Jesús er líf mannanna og ekkert minna heldur það. Hann er búinn að vera líf þessa manns alveg heilt í gegn frá árinu 1989. Og ég er nú ekki á þeim stað og þessi nú ýmislegt hægt að segja hann þennan. Þá hef ég aldrei verið á þeim stað að efast neitt Jesú. Það hef ég aldrei verið. En ég er nú svo yndislega heppinn að hafa ekki farið út í þetta í dag, þannig ég veit ekki hvernig veðrið er, en ég held að sé nú ágætt. Þetta óveður sem var verið að tala í fréttum á hverjum degi, ég var ekkert var við þetta óveður. Þetta var ágættis veður hjá okkur.
svolítið hvasst og þó ekki, maður er oft lent í öðru eins. En við erum hér, ég á mínum stað. Þú erum farin að þekkja þennan stað. Þó ekki sé ég nú reglulega hérna og ég veit úr sakna minn. En þessi kemur alltaf annar vegi við aftur. Hann er nú það. Að reyna sumt og að gera sumt. Text yfirleitt, en ekki nándan er alltaf. Þannig að ég nú ekki merktur svoleiðis brambolti að það er nú ekki gengið upp hjá mér. Yfirleitt á gangan og hlutirnir upp og það er nú bara vegna þess að maður hættir ekki til þetta búið. Þegar ég er krakki, ungur maður, og krakki þá var talað til að mynda sjómenn, togarasjómenn sem var okkur nagla. Svolítið blauta en harð duglega. Man eftir einum kokki, miklum og góðum vinum mínum. Það segir ekki nokkur mynd á þessi dagamaður. Þegar ég var að byrja á þessum togurum og þá voru menn bara borðnir og borð. Það var alvöru, hitt var bara svona einhver bara hálfleikur eða svona hálfgerður leikur. Þessum tíma þá til að mynda sigldu togararnir. En það var nú reyndar yfirleitt bara á haustin. Sumir togarar sigldu reyndar meira og minna allt árið en aðrir togarar á haustin og þá tóku menn sér siglingafrí. Og það var yfirleitt ekkert mál að fá siglingafrí og ég tók nú stundum siglingafrí en yfirleitt sigldi ég. Því maður fannst bara gaman ágætt að vera í siglingunum því að það var svona minni vinna og léttari vinna og við bara unnum dagvaktir ef við vorum á dagvakt eða við vorum á stímvöktum. Þá voru þær 4 tímar og svo 8 í kvild og þetta var allt öðruvísi. Og þeir sem voru á dagvöktum, þeir unnu frá 8 til 5 og svo var bara rólegt á kvöldin. Og skipið bara öslaði sína leið, hvort sem var til Bretlands eða Þýskalands. Og svo þetta var allt öðruvísi, það var ekkert sjónvarp þá, jú það var sjónvarp upp á vegg, það var alltaf slökkt á því, það var bara grár skermur. En við sumir, þetta var ekkert allstaðar. Ég man eftir því við vorum með kvikmyndavél, 16 mm fyrir ekki. Og oft á siglingunum þá var sett upp kvikmyndasýning á kvöldin, vanalega klukkan 8. Og þá mættu yfirleitt allir skipverjar en það er gaman að vera til. Það var sumar maður. Maður fer ekki út fyrir til þess að njóta sumarsins. Ég er búinn að sjá þetta sumar svo ofta, ég veit ekki hvort ég hafi neitt beinan áhuga fyrir því þannig séð, en ég er mikinn áhuga fyrir lífinu. Ég er mikinn áhuga fyrir því að gera gagn í lífinu og veistu hver er lífið? Hann heiti Jesús. Nú hvað var maður? Þessu áttur ekki von frá þessum manni.